Já, sko, stutta svarið ef þú byrði í eigninni, þá alltaf best hún sé skuldlaus. Hins vegar, ef þú ert að fara af stað til að minnka við þig og þú átt skuldlausa eign, þá ekki alltaf best. Tökum dæmi, þú átt 120 milljón króna eign og þú ætlar að kaupa 90 milljón króna eign. Allt þitt eigið fé bundið í húsinu sem þú átt eftir að selja. Þannig að til að geta gert tilboð með fyrirvarandi sölu, þá myndi tilboð líta út einhvern veginn svona. Bjóða 90 milljónir, greitt við kaupsamning 5 milljónir, greitt eins og greiðslu berast úr sölueigninu minni, þá eigi síðan eftir 5 mánuði 85 milljónir. Það engin seljandi sem getur tekið svona tilboði vegna þess að hann getur ekki keypt neina aðra eign. Eina leiðin þá fyrir þig til að gera þetta að fara í þá dýra skammtíma fjármögnun, en hún náttúrulega akkurat það sem hún skammtíma fjármögnun, en það hái vextir af því. Þannig að ef þú ert að fara að minnka við þig og átt eftir að selja, þá myndi ég alltaf byrja á því að selja eignina og kaupa svo. Því að í dag eru stórar eignir lengur að seljast og það eru fáir sem vilja fyrirvara þær. Ef þú spurningar á fasteignamarkaðinn, sendu mér línu á ásdís@húsaskjól.is.